Við erum búin að vera að vinna í mörgum spennandi verkefnum hérna í hugbúnaðarlausnum síðan að ég kom hérna fyrir 2,5 ári. Fyrir nokkur síðan fórum við að stað með nýja innheimtuþjónustu í netbankanum. Svo erum við að endurskipuleggja gagnagrunnin okkar, þannig að við fáum betri gagnir í grunninn og betra fyrirkomulag. Ég er Agile coach í mínu teymi og ég kenni fólkinu mínu að vinna eftir Agile aðferðafræðinni og minna það á reglulega hvernig þessi aðferðafræði virkar. Ég sjálfur var á sínum tíma nýbúinn með framhaldsnám í tölvunarfræði erlendis og kem hingað heim og er að leita fyrst og fremst að mjög metnaðarfullum verkefni þar sem ég vil samt geta unnið á faglegum nótunum og vera að byggja upp til framtíðar og gera hlutina svona svolítið eins og maður finnst rétt að gera. Ég veðja á Íslandsbanka sem þann stað sem varð síðan raunin. Ég var mjög ánægður með hvernig maður hefur fengið stuðning við að vinna hlutina eins og maður vill vinna og gera það faglega og síðan svona í leiðinni fann maður sem bónus svona góðan vinnustað. Íslandsbanki þegar ég kom hérna fyrst þá fannst mér þetta svolítan bákn, stór banki og allt þetta og maður svona taldi að þetta væri svona kannski ópersónlegt og slíkt en það afsannaðist á fyrstu dögunum. Það er rosa gott að vinna í Íslandsbanka, frábært samstarfsfólk og mikið traust og virðing meðal samstarfsmanna. Við notum Agile aðferðafræðina aðalega til þess að geta séð fram í tímann hvað við erum lengi að vinna verkefnin. Agile aðferðafræðin og Scrum getur virkað allstaðar í bankanum, getur virkað allstaðar jafnvel heima hjá þér. Þetta snýst bara að brjóta niður verkefni í minni-einingar þannig að þú sjáir fyrir endan á því sem þú ert að gera. Þetta er flóknara en maður telur í fyrstu og mjög skemmtilegt, krefjandi verkefni á bak við. Í 1000 manna fyrirtæki þá er þetta heilmikið batteri og mjög ólík viðfangsefni sem við erum fást við á heildina litið.